Já, við ætlum núna að ræða aðeins lýðræði. Við erum svo heppin að Kristinn Már Ársælsson á landinu. Ertu ekki doktor í lýðræði eða? Er ekki ritgerðin lýðræði? Jú, hún hvað að lýðræðinu og hvernig megilega það. En nú ertu starfaru við Duke háskóla eða útibú hans í Kína. Já, Duke Kunshan háskóla sem samstarfsverkefni sem Duke í Bandaríkjunum og Wuhan háskóla í Kína. Já. Wuhan sem við þekkjum öll. Sem allir þekkja núna, við séum enginn að fyrir COVID. Það er alltaf það sem að COVID kom, þeirri borg. Og þetta semst, samstarfsverkefni þessar tveggja háskóla og með grunnnám, þetta svona liberal arts skóli, fyrst og fremst. Þú varst hérna eftir hrun virkur í umræðu og meðal annars einn af þeim sem að stofnuðu hérna Öldu, lýðræðissamtök, sem að voru með svona vangaveltur hvernig mætti þróa lýðræðið. Síðan hefur, ég vil segja bara mikið vatn runnið til sjávar og kannski svona áskoranir lýðræðisins núna eru með öðrum hætti en voru þá og þá kannski fyrst og fremst hægt að horfa til Trump sem að virðist vera svona kerfisbundið að reyna að brjóta niður svona valdreift lýðræði eins og við töldum að Vesturlönd hefðu kosið sér, það sem eru sjálfstæðir háskólar, sjálfstæð pressa, sjálfstæðir stofnanir sterkar, en dragar allt völdin að svona miðstýru forsetavaldi. Svipað og við séð í Tyrklandi, á tímum lög og réttar í Pólandi, í Ungverjalandi og víðar. Þetta er náttúrulega, kannski leiðilegt að segja það, þetta eru spennandi tímar í þinni fræðigrein. Já, það er óvænt að segja það. En það er, þegar þú segir sko að þetta séu öðruvísi áskorun og þá heldur sem kannski réttar að lýsa því þannig að við erum að sjá það sem að fólk var að fara að vara við á þeim tíma þegar við stofnum til þessu öldu og jafnvel fyrir það. Ég held að fólk er búið að vara, þeir sem að rannsaka lýðræði er búin að vara við því talsveit lengi núna að það stemdi í óefni sko, innan lýðræðisríkja og bara almennt í heiminum. 2004 cirka þá ef við tökum bara löndin í heiminum og jafnvel íbúatölu að þá er þetta svona helmingaskipt milli lýðræðis og einræðis. Núna, þú veist, 20 árum síðar rúmlega, þá erum við með 75% allra á plánundunni sem að búa einræði. Þannig að, og í fyrsta skipti núna í meira en 20 ár, það sem að eru fleiri einræðisríki heldur en lýðræðisríki. Og við sjáum það eins og nefndir, sko, bara í heila öllum lýðræðisríkjunum, þá var það niður á við, frekar en upp á þau, sko. Og þessar skilgreiningar á lýðræði, það sem við erum að tala um hérna, þetta er nú ekki sterkt lýðræði, sko, þetta er ekki mjög svona expansiv skilgreiningar á lýðræði sem eru notaði til þess að skilgreina ertu lýðræðisríkið ekki, sko. Þetta er ekki mjög djúpt lýðræði, þannig að við vitum það allir og ein af ástæðanum fyrir að fólk var að fara að vara við hnignun lýðræðis fyrir 30, jafnvel 40 árum var að við sáum að traust almennings á stofnunum lýðræðis var bara í frjálsu falli á Vesturlöndum og lýðræðis, þeir sem að rannsaka lýðræði náttúrulega vöru verulega við því að ef það héldi áfram eða yrði viðvarandi ástand þá gæti það farið illa og við erum svolítið að horfa upp á það í dag hvernig það lítur út. Ef við hérna horfum fyrst og fremst á hérna okkar heimshluta. Við förum ekki út í vangaveltur það að þessi 75% hvort þessi munur á lýðræðinu þar að það er líklega mismunur á því hvort almenningur hafi einhverja möguleika á að hafa áhrif á stjórn sinna svæða eða sinna vinnustæðar eða síns ríkis. En hérna, þú ert að lýsa að það verið langvarandi hérna hnignun lýðræðisins. Má vera að við séum þá á tímum þar sem að almenningur er búin að missa trú á stofnunum samfélagsins vegna þess að þær eru hættar að vinna í þágu almennings og þar alveg sé viðbrögð almennings vantrúin, hún er bara menntuð reynsla sem að segja það að kerfið er ekki að þjóna mér og þar með hafi lýðræðiskerfið okkar fallið áður en við komum inn á þannig tíma sem við erum núna. Já, það er ein skýringin svo að almenningur horfi til þess hvað það fær út úr kerfinu. Er það ánægt með sína stöðu og hvernig fulltrúar þeirra sem þau kjósa sinna sínum málum og það er bara nokkuð skýrt á öllum Vesturlöndum þá hrundi þetta fyrir svona 30 árum. Hefur ekkert farið mikið upp og síðan aftur eftir hrun í mörgum löndum, aðeins farið upp sumstaðar, ekki allstaðar. Og þú ert með í mörgum löndum innan við 50% eru mjög ánægð með sem lýðræðið og hérna og núna sjáum við það í mörgum löndum og kannski
svona svæsnast í Bandaríkjunum eru fleiri og fleiri sem segja að þeir geti bara alveg séð fyrir sér einræðisríki, sko. Það getur ekki verið verra en þetta sem er. Já, einmitt, þú veist, finnst þér í lagi að vera með leiðtoga sem að svona hundsar lög og reglur eða þing og svo framvegis og það fer fjölgandi þeim sem að segja já, það ennþá talsverður minnihluti sem segir það, en við erum að sjá fjölgun þar sem þegar aftur merki það að við búum við talsverður hættu á því að lýðræði geti bara lognast út af á mörgum stöðum þar sem að hefur verið. Meina, ef þú telur til mis svona, við mismöndi hvað mælikvarða notar, en Varieties of Democracy er líklega sá sem er svona marktækastur í dag, að þau telja segast öll Vestur-Evrópuríki og Norður-Ameríkuríki sem lýðræði í dag. En aftur, hversu djúpt er þetta lýðræði raun og verið eins og þú nefnir? Þú eru búin með stofnanir í áratugi sem að almenningur horfir á og hugsa með sér það er ekki verið að fara eftir mér og það er fullt af rannsóknum sem sýna fram á það og benda til þess að meiri hluti eða stór hluti þeirra ákvarðanir sem eru teknar af ríkisvaldinu eru meira í þágu þeirra sem eru efnameiri eða betur settir í samfélaginu heldur þeim sem eru efnaminni og standa á höllum fæti. Auðvaldið hafi tekið yfir ríkisvaldið. Já, það má náttúrulega líka alveg færa rök fyrir því að sko að í kapitalískum ríkjum hafi ríkisvaldið fylgt hagsmunum auðvaldsins miklu lengur heldur en bara síðustlegin 30 ár. En það má færa rök fyrir það og orðið ýmsar breytingar á lýðræðinu sem að valda meðal annars þessu vantrausti. Að það sé ekki endilega bara það að einhvern veginn að fulltrúar almennings fari ekki eftir þeirra vilja og sé að fara eftir vilja annara. Að ég held að það sé ekkit endilega augljóst að ríkisstjórnir fyrri hluta 20. aldar hafi farið mikið meira eftir hagsmunum almenning, sko. Almenningur fékk nú ekki svona kjósa í mörgum löndum fyrir að koma inn á 20. aldur svo framvegis, sko. Ég held að eitt af því sem hafi talsvert breyst er að stjórnmálaflokkar hafa breyst mjög mikið frá því voru í byrjun 20. aldar og ég held að félagasamtök og samspil félagasamtaka stjórnmálaflokka og stjórnmál hafi breyst mjög mikið frá og með svona, eftir seinna stríð og kannski sérstaklega frá og með svona uppgang nýfrjálsvíkinu svona í kringum 1970-80 eitthvað svoleiðis. Þannig að þú varst með sko stjórnmálaflokka sem voru fjöldasamtök. Það sem að voru mjög stór hluti þjóðfélagi í mörgum löndum voru bara skráðir í stjórnmálaflokk og jafnvel mættu á og þeir eru miklu virkari í samtali innan sína flokka og við almenning og svo ofan á það sem er kannski enn mikilvægur, þú varst með mjög sterk félagasamtök í flestum löndum sem voru tengdir inn í stjórnmálaflokka og eða miklu svona beinni þáttakendur í stjórnmálum stærsta hluta 20. Og ég held að þarna sé ein af skýringunum fyrir því af hverju vantraustið hefur aukist og af hverju það reynist mjög erfitt að einhvern veginn að mynda tengsl milli almennings og stjórnmálda. Sem er þá breyting á eðli stjórnmálaflokka. Já. En að því að þú fer svona aftur og eðlilega vangavelta að segja maður séu 30 ár síðan að traust almennings á stofnunum samfélagsins byrjaði svona að fara niður á við. Þá þurfum við að spyrja okkur af því hvort að trausti hafi byggst á því að stofnanir samfélagsins hafi þjónað almenningi eða ekki eða hvort almenningur hafi bara vonað mundi gera það. Og þá verður við kannski að fara svolítið aftur í söguna. Ég veit ekki hvort við þurfum að fara aftur heldur en bara að eftirstríðsárunum. Það sem að gerist eiginlega tvennt. Það er annars vegar að auðvaldið til dæmis í Evrópu missir mátt eftir stríðið, mætir til leiks veikt, en á sama tíma mæta almannasamtök, verkalýðshreyfingin og hinni sósíalísku flokkar mjög sterkir, þau staðið í andstöðu við Þriðja ríkið og fleira og vinna kosningasigra og taka við að reyna að breyta samfélaginu meira í takt við það sem almenningur hafði gert kröfur sem er bara öruggt húsnæði, almenn heilbrigðisþjónusta, almennt menntakerfi og þar fram eftir götunum. Á þessum árum og sú hugmynd smitar náttúrulega langt út fyrir sósíalísku flokka og er líka áberandi í Bandaríkjunum sem verður aldrei talið vera sósíalísk en ég hef nú vitnað í það sem að Johnson sagði sem er svona 64 held ég að eina ástæðan fyrir því að við hefðum formlegt samfélag á millum okkar væri til þess að reisa við hinn veika og styrkja hinn fátæka og þannig það var svona almenn hugmynd að þetta væri leið stjórnmálana. En hvað er það sem að gerist að þessi hugmynd, þetta svona þjóðar sáttmáli
að við værum á leið til aukins jafnaðar, að við værum á leið til aukins mannréttinda, að við værum á leið til þess að allir hefðu tækifæri og möguleika á því að taka þátt, og það myndi gera okkur sterkari að sækja í stærri genapúli og þú kannast við öll þessu orð. Hvað veldur því að þessi draumur eiginlega kólnar og verður bara óspennandi og stór hluti almennings vill bara eitthvað allt annað? Sko, ein kenningin svo að þetta sé raunur sveiflur innan kapitalískra lýðræðisríkja á milli tímabila þar sem við erum með vinstri tímabil, þar sem eru mjög sterk félagasamtök og ríkisstjórnin stýrir efnahagslífinu með mikilli samvinnu við félagasamtök og verkalýðsfélög. Og kenningin þá svo að þessi tímabil líða sér undir lok með verðbólgu. Það að stýra atvinnulífinu og hagkerfinu með mikilli samvinnu við verkalýðsfélög á endanum, lengi hversu langan tíma það tekur, endar með verðbólgu að þeim tekst bara ekki að hafa stjórn á verðbólgunni. Og þá tökum við hægri tímabil, það sem ekki verið að stýra efnahagslífinu með mikilli samvinnu, það sem er verið að láta markaðinn bara stýra verðlagi og launum og svo framvegis. Og þau tímabil endi svo með fjármálahruni. Og ef þú skoðar, þetta ein kenningin og hún er svona einföldu mynd, en hún passar hansi vel við ef þú horfir á 2000-öldina, en hún passar náttúrulega ekki alveg við og þegar að verður fjármálakrísa, að þá getur hún annars vegar að fara yfir í vinstri eða þá hún endi með fasisma. Og við sáum það náttúrulega á þriðja áratugnum að þá fór það yfir í fasisma á mörgum stöðum, og núna einmitt spurningin, og margir náttúrulega vilja benda á það eftir fjármálahrunið 2079 núna síðast, að þá hefði það getið farið í sökkaráttuna, og við sáum náttúrulega mikinn uppgang vinstriflokka, Syriza, Podemos og hér á Íslandi til dæmis Pírata og svo framvegis. En svo bylgja virðist hafa hérna, og nú erum við með miklu svona stærri kosningasigra víðsvegar á flokkum sem eru svona lengra og öfgafullt til hægri. Og þá er spurningin, passar þetta inn í þá mynd, sko. Þannig að ein skýringin, þetta eru bara bylgjur, hagsveiflu bylgjur eftir mismunandi hagstjórnar tímabilum, og svo fáum við bara upp á kassunum eftir í hvernig það gengur, skilu. En síðan eru náttúrulega aðrar skýringar svo sem má fara rauk fyrir. Ein er svo að einstaklingshyggja hafi bara farið áfram vaxandi, sko. Eftir því sem að einstaklingar verða ríkari og sjálfstæðari og efnameiri, að þá þurfa þeir síður að sækja í félagskap eða félagsamtök, og félagsamtök þarlendi veikjast. Þetta er ein af ástæðunum fyrir því að verkalýðsfélög er ekki eins mikil svona félagskapur fólks eins og það var, að fólk þarf bara ekki að sækja þangað eins mikið og þurftu, og almennt í félagsamtök eru höfuð. Og vill ekki samsama sig þeim sem eru með svipað stöðu og þú, heldur frekar góðsögninu að þú sért líkur Elon Musk eða hafi sameiginlega hagsmuni með honum? Eða svona hafi trú á því að þau geti gert staðið sjálfstæð og standi betur að vígi, eða það þarf ekki einu svona vera að fólk hafa einhverju sérstaklega trú að allir séu einhvern veginn svona temporarily embarrassed millionaire, sko, eins og talaðum Bandaríkjanna. Ekkert endilega það, heldur bara að þegar þú ert orðin nógu sjálfstæðar efnalega, eins og það er náttúrulega þróun, ég meina, þú veist, velmegun og hagvöxtur hefur verið nokkuð stöðu bara frá innbyltingu, og efnalega staða fólks er að mörguleiti miklu betur átt að hafa ekkert allir hafa ekkert endilega gott, að þá er efnahagslegt sjálfstæði flestra miklu meira heldur en það var. Og þegar þú ert með efnahagslegt sjálfstæði, að þá þegar þú ferð í kjörklegan, að þá horfur á kjörseðlun og hugsa þetta út frá þínum persónulega hagsmunum einum og sér. What's in it for me, eins og þetta er. Já, þú veist, og þú ert ekki að hugsa þetta, býtum við, ég og mitt lið. Þú veist, hvernig er staðan fyrir mig og mitt félag og minn félagskap. Þú ert að hugsa bara, ok, býtum við, þetta kemur nú ekki vel út, þessi skattar hérna nú ekki fara að koma vel út fyrir mig og mína fjölskyldu og mína rekstrareiningu. Þannig að hversu gáfulegt sem að svo niðurstaða er, það getur vel verið að þessi skattar koma einmitt mjög vel fyrir þig og þína fjölskyldu, og það sé stórhættulegt fyrir þig og þína fjölskyldu, þessi skattar verið felldir niður og þar með þessu þjónusta sem að þeir eru notað til þess að fjármagna. Algjörlega, en punkturinn þarna er sko að til þess að fólk kjósi til vinstri, að kjósi gegn svona eigin þröngu sérhagsmunum bara svona til skamstíma, að þá þarftu félagsamtök og þannig félagskap þú ert að búa hann til. Fólk þarf að finna þessa samsömmun með, og þú þarft að hafa fólk sem segir, við erum saman í liði, þetta er kannski, þú veist, einhver ákveðin áhætt að fara þessa leiði hinna, en við erum saman og ætlum að komast ákveð. Að meðan það er ekki fyrir hendi, þá er ekkert skrítið að fólk fari inn í kjörklegan og horfi á, þú veist,
bara budduna og bara, þú veist, hvernig kemur þetta út fyrir mig persónulega. Þetta getur verið persónulegt og það er meira svolítið kannanir sem sýna það eftir því sem að fólk er efnaðra að því mælist minna samkenndin hjá því. Það er meiri samkenda meðal þeirra sem eru í erfiðleikum og það er líka reynsla þeirra sem hafa verið í erfiðleikum að þeir fá stuðning frá þeim sem eru efnaminni og það er líka verið gerðar rannsóknir á því að þín efnaminni gefa meira til góðgerðarmála hlutfallslega heldur en í ríku. Þannig að það er svona einkalegt. En svo lifum við í samfélagi og áherslan á svona hinn félagslega þátt, ég held að verða að segjast að hefur nú ekkert verið ýkja mikil svona undanfarið 30-40 ár í okkar samfélagi. Nei, ég meina það er það sem ég horfi til og vantar finnst mér stundum í umræðum populisma og skautun og fleira, er að menn skauta hjá þessum félagasamtökin, sko. Að það sé hugsanlega eitt stærsti þátturinn í því af hverju við erum með svona mikla skautun, af hverju það er svona mikil skortur og tengslu milli almennings, þá vantar hennar millilið, það vantar félagsamtök sem að fólk tengir við og er síðan í samtali við stjórnvöld. Ég meina, hvar á almenningur í samtali við stjórnvöld í dag? En mannskepnan hefur mikið þörf fyrir að tilheyra félagsskap og við getum séð að ég held að við getum séð það á Laugatum, keyrt það sem að við getum séð fólk flagga fánum enskra fótboltaliða. Sem að við veist vera merki bara óstjórnlega löngun til þess að tilheyra einhverjum hópi að vera hluti af Liverpool hópnum. Þannig að það fer ekkert frá mannskepnunni. En það beinist svona, eða kannski er það bara verið peninga og markaðsvætt félagsþörfin. Já, ég meina fólk finnir sér bara þann farveg sem það hefur, skilju. Og mér að fólk hefur alltaf verið félagslegt. Ég meina, maðurinn er félagsvera. En þegar þú ert ekki með stjórnmál, ég held að sé ekki vegna þess að fólk vilji forðast að vera í stjórnmálum, ef þú horfir á til dæmis tilraunir með að leyfa fólki að taka beinan þátt í stjórnmálum. Allir minnst að á Íslandi í hruninu þá voru hér borgarþing og það var slembivalið þing þar sem að fólk kom saman og það var bara nokkuð skýrt að allir sem fengu að taka þátt í voru mjög ánægðir, fannst það rosalega gaman og fannst það frábært að fá loksins að taka þátt í lýðræðinu og allstaðar í heiminu, þannig að slíkar tilraunir hafa verið gerðar út allan heim og niðurstaðan er alltaf svo sama. Fólki finnst gaman, því líður vel með þetta og til rannsóknir á slíkum tilraunum í lýðræði, það sem er slembivalinn hópur, lítill eða stór frá svona kannski 20 upp í 100 manns sem koma saman og ræða málefni samfélagsins. Að niðurstöðunar er alltaf verið svo að fólki finnst þetta rosalega gaman, það er mjög þakklátt fyrir að fá að taka þátt, það er mjög sjaldgæft að sjá að fólk sem tekur þátt í þessu sem er bara eitthvað, þetta er ömurlegt og engan áhuga á þessu og ofan á það þá sjáum við það að í þessum tilraunum að fólk er tilbúið til að skipta skoðun, fólk á auðveldara með að setja sig í spor annar í samfélaginu, jafnvel þótt að standa ekki alveg við hliðina því. Það eru nýlega rannsóknir sem bendir til þess að fólk sem tekur þátt í slíkum slembivalda borgarþingum sé miklu meira skautað eftir það. Það er að segja að það drægi úr tilfinningalegri skautun í garð pólitískra andstæðinga og þetta er með svona stærstu breytingum sem ég hef séð að því að það er búið að reyna margt til þess að reyna að draga úr skautun meðal almennings og þetta er svona eina af þeim leiðum sem hefur hvað mest áhrif til þess að draga úr skautun. Það er bara að fá fólk til þess að setjast niður með öðrum samborgurum og ræða stjórnmál og svona setja sig í spor og þurfa að hlusta á sjóna með annara bara svona auglítið til auglítið við borð eða í herbeggi. Ég veit ekki hvort ég hef sagt þið frá því áður en ég tók þátt í að stofna stjórnmálaflokk fyrir nokkrum árum og eitt af því sem ég gerði var að ég hringdi svo til random í fólk og ræddi við það pólitík og það var bara til þess að fá eitthvað svona sans fyrir afstöðu almennings og það kom mér á óvart að það var náttúrulega allir pólitískir en svona 80+% tóku það fram að það var ekki flokkspólitísk og þegar samtali hélt áfram þá áttaði ég mig á því að fólk var djúpt persónulega sært af svikum hinna formlegu stjórnmála við sig og sína fjölskyldu og mér kom að óvart hvað þú veist þetta var ekki svona eins og afstæð sem getur tekið til eitthvað svona sem er ef við erum í mörgum lögum þetta er enga og svo færist þetta svona utar Þetta var ekki eins og þú veist að vera að tala eitthvað sem er mjög utarlega, heldur bara sem að raunverulega skipti fólk máli og það tók þessum svikum bara persónulega. Það kemur ekkert á. Bara með þetta djúpt vantraust á stjórnmál. Meina, Ísland og lýðræði á Íslandi og svo velmöðun sem við búum við er gríðarleg.
Og þegar ég bjó í Bandaríkjunum og allir vinir mínir sem voru frá Suður Ameríku eða Asíu einhvers staðar, að þau voru öll sammála með ef þau gætu skipt á sínu stjórnmálakerfi og okkar, að það voru allir til í að skipta. En þegar þú spyrir Íslendinga, eru þið sátt ykkar lýðræði? Allir bara, nei, þetta er ekki virka. Við erum ekki sátt. Er þetta ekki bara hluti að mannskepnunni að vilja áfram og upp? Jú, hugsanlega, en það segir manni líka bara það að þau lýðræðiskerfi sem við búum við, jafnvel þótti skili mikil velmegun, að þau eru samt þess eðlis að fólk sér snöggabletti, fólk sér að það vantar upp á og fólk upplifir svik og vantraust. Og það náttúrulega var ein af ástæðunum fyrir að fólk hafði áhyggjur af lýðræðinu, er að hvað gerist þegar stjórnmála menn upplifa vantraust. Og það sem að gerist, eða margir fræðimenn sem þú spáði með hans Peter Mayer, var að þeir myndu sem draga sig inn í eigin skil, þeir myndu sem draga sig tilbaka. Þeir er svo erfitt að vera að fara út og mæta þessu vantrausti og mæta þessu vantrú og skilningsleysi og svo framvegis. Og ég held að hluta til hafi það gerst. Ég held að stjórnmálaflokkar hluta til ein af ástæðunum fyrir að þeir svona hættaður fjöldasamtök og draga sig í hlé. Er bara að þetta var of erfitt fyrir að fara út, sko. Að búa til þessi tengst og þetta vantraust. En síðan sjáum við í dag... Og ég skjóta inn hérna því ég hitti þingmann VG á fyrri hluta kjörtímabilsins sem var mjög erfitt fyrir þann hluta VG sem að vildi fara í stjórnarsamband við Sjálfstæðisflokkinn. Og hitta bara út á götu og svo að spurja hann eitthvað svona hvort að ég held að verið hvort að vildi koma hérna í spjallið eitthvað þess. Og sagði, nei, ég fer eiginlega bara í sumarbústað helgi. Og ég skynjaði akkurat þetta sem þú ert að segja, að það var bara erfitt fyrir þennan þingmann að fara á meðal fólks og verða fyrir öllum þessum svona, þú veist, pot í hvað eru þið að gera og þú ert svíkja og allt inni var hann búin að selja sig það að hann væri bara orðin svona enganlegur maður og þetta er bara gott að vera í friði upp í sumarbústað þótt að væri í stjórnmálum. Sko. Já, en þannig eftir, stjórnmálaflokkarnir þurfa að líta í eigin barm og hugsa, hvernig getum við búið til þessi tengsl? Hvernig getum við aftur búið til þetta samtal, bæði innan sinna flokka, að það sé svolítið dýpra heldur en var. Ég held að í mörgum stjórnmálaflokkum sé málefnavinnan full yfirborðskennd og ekki nægilega mikið og djúpt samtal bæði milli sinna félagsmanna og svo við sérfræðing og svo framvegis. Við búum í samfélögum það sem er mikil sérfræðiþekking. Og það er eitt að margir kjósendur segja stundum að þeir myndu vilja bara sérfræðingar segju meira hlutina. En ég held að margir þeir sem að rannsækja lýðræði sjá það kannski ekki alveg sem einhverju laust, sko. Þú þarft að finna hvernig tvinnaru saman sérfræðiþekking og síðan vilja eða hagsmuni almennings. Það er best að almenningur hlustaði og sérfræðingan og tækir svo mat. Og það er náttúrulega þannig sem að þessi slembuvöldu borgarþing eru hönnuð. Þau eru hönnuð nákvæmlega þannig að þú fyrsti fasi er að þú farið eitthvað svona pakka af upplýsingum frá sérfræðingum og svo farið tækifæri til að hitta sérfræðinga, farið tækifæri til að kalla til sérfræðinga og þú hlustar á sérfræðingana. En á endanum er það almenningur, bara borgarar sem að setjast niður í hring og reyna að komast að niðurstöðu hvað er nú best, þú veist, hvað átti best til að fara í þessu. Og þessir hópar er náttúrulega talsveit góðir í því að átta sig á því hvar þeirra hagsmunum er best borgið, skilu, og hvað leiðir best til þess að falla þeirra eigin hagsmunum. Þessi aðferð var notuð í stjórnmálaflokknum sem ég var að minnast á það. En varðandi vantraustið á kerfin, að við erum náttúrulega að koma út úr svona tímabili nýfrjálshyggjunnar, þar sem að var samfélagssáttmáli að til dæmis að draga úr áhrifum verkalýðshreyfingarinnar og stjórnmálaflokkarnir sem áttu rætur í verkalýðshreyfingunni að þeir klufu á milli, ekkert síður heldur en að sko hægrið var að gagnrýna að verkalýðshreyfingin hefði áhrif sem ekki væri kosin til þess, það væri þjóðþing sem væri kosin til þess og þau átt að ráða. En það sem var meira að það voru margar ákvarðanir sem áður höfðu verið teknar saman í þjóðþingum og inn á pólitíska lýðræðislega vettvangi það hvert við vildum að samfélag okkar þróaðist, að það kom allt í einu rödd sem að sagði nei, það er ekki snjallt, það hefur bara leitt okkur í ógöngur. Það er miklu sniðura að við látum markaðinum að finna lausnina því að reynslan sýnir okkur að krafturinn sem er þar og tækniþróunin sem þar mun færa okkur sko framtíð sem er miklu betri heldur en að við getum einhvern veginn sirkað út hér. Þannig að við skulum bara draga úr áhrifavaldi lýðræðisvettvangsins og leyfa markaðnum að færa okkur góða framtíð. Og ég veit að þrátt fyrir að þetta hafi farið illa að þá margt fólk sem að ennþá trúir þessu. Og þetta sé leiðin, að það sé ekki snjallt fyrir samfélög manna
að vera með svona pólitískt umræðu eða einhverja deiglu þar sem við erum að taka ákvarðanir. Heldur sé miklu sniður að hinni ríku færi okkur framtíð vegna þess að þau eru snjöllust, þessum eru þau rík. Já. Þetta er samfélagssáttmáli nýfrjálshyggjarunnar. Það er náttúrulega ein pólitísk hugmyndafræði sem þú ert að lýsa þarna er að markaðurinn og leyfa fákeppni. En ef þú skoðar samt hægri flokka í gegnum sögu 20. aldarinn og svo framvegis að þá eru mjög margir þeirra sem voru á móti einokun, þeir voru á móti fákeppni, vildu tryggja með ríkisvaldinu samkeppni og svo framvegis sko. Og svo varstu náttúrulega á 20. aldar með mjög stóra hreyfingu samvinnufélag og flokka sem studdu samvinnufélag. Þannig að á 20. aldar var það lifandi hugmynd í stjórnmálum að almenningur hefði meiri rödd í efnahagslífinu, beint, ekki endilega gegnum stjórnmál, heldur bara gegnum fyrirtæki, þess að almenningur myndi stýra fyrirtækjum, eiga fyrirtæki, eiga hluti í fyrirtækjum og svo framvegis. Og það er náttúrulega sögð sú saga stundum af því þegar nýfrjálshyggjan svona braust í gegn að á þeim tíma á 8. áratugnum í Svíþjóð, þar sem að sósíalisminn var eiginlega hvað sterkastur í heiminum á þeim tíma, að þá var komið fram svo kvöldu Meitner-áætlun sem gekk út á það að þá áttu öll fyrirtæki að gefa út ný hlutabréf árlega og þessi hlutabréf myndi renna inn í verkalýðsfélögin. Þannig að eftir x ár að þá yrðu öll fyrirtæki í eigu verkalýðsfélaga eða verkalýðsins. Og þessar hugmyndir einhvern veginn að auka ítök almennings í fyrirtækjum eða ákvarðanavald eða áhrif í efnahagskerfinu beint, þær eru eiginlega ekki til staðar. Við erum ennþá með samkeppnislög og reyna að draga úr áhrifamætti einstakra fyrirtækja en það er nú samt þannig í flestu löndum það er allavega almenningur upplifir heldur ekkit rosalega mikla samkeppni og það er nú annar geiri ef við tökum traust til stofnana að þá er traust á stórfyrirtækjum eða hinnum ríku ekkit rosalega hátt á Vesturlöndum. Þannig að þeir hópar sem að njóta lítils traust eru stjórnmálamenn og hins vegar eins og fjármálastofnanir og þeir sem eru hvað valdamestir í efnahagskerfinu. Þannig að almenningur eins og ef þú lýsir þig áðan almenningur sér alveg í gegnum þessu hluti þótt að En samt fer samfélagi mjög hratt í það oft sem ég var að lýsa. Já, en það er ef þú tekur bara Marx og svo frá þess, það er bara vegna þess að samfélag þróast í það átt það sem að valdið liggur. Ég meina, hver er með völd í kapitalísku samfélagi? Það er sá sem að á fyrirtækinu, sem að á framleiðslutækinu, sem að á peningar og svo framvegis. Hann er bara með einræði inn í sínum fyrirtækjum. Það er ekki bara einræði. En að því að fórst til 1980 þá var náttúrulega í Svíþjóð voru þessar vangaveltur hvert var í svona næsta skrefið. En það var víðar hugmyndur það að launafólk ætti sæti í stjórnum og það var verið að reyna svona lýðræðisvæða atvinnulífið. Ég meina þessar raddir eru svo fyrir löngu þagnaðar að ég vissum að margir svona yngri hlustandi okkar bara halda við séum að rifja upp bara eitthvað fairytale eitthvað ævintýri. En þetta var raunverulega í umræðunni þá að það væri ekki réttlætt í því að hluthafinn ætti fyrirtæki og getur rekið það bara eins og einræðisríki, heldur þar sem að allt verkafólkið eða launafólkið legði til að þá ætti það rétt á því að stýra fyrirtækinu og taka ákvarðanir til lengri tíma út frá öðrum sjónarmiðum og það væri hættulegt ef það væri bara sjónarmið hluthafans sem að myndi ráða för. Og það getur við fundið bara rannsóknir sem sýna að það er hættulegt og það eru raddir innan úr businessnum sem að segir að það er ekki klókt að reka fyrirtæki bara með því augnamiði að auka arðsemi en samt heyrum við í pólitísku umræðu að það er verið að meta styrk atvinnugreina bara út frá arðsemi sem er hugtak sem að næri utan þau hversu mikið eigandinn getur dregið upp úr rekstrinum og flutt í eigin vasa. En þetta kemur nú bara fyrir í nafni samvinnurhreyfingarinnar. Hugmyndin var að fyrirtækjarekstur er samvinna. Þetta er ekki ein manneskja sem að stýrir öllu og er með allar hugmyndina og gerir allt, Þetta er samvinna fullt margra einstaklinga til þess að láta hlutina ganga upp í fyrirtæki. Ég held að það eru mjög fáir sem ég held að trúi því að eigandi fyrirtæki sé svo eina manneskja sem komið fram með allar þær hugmyndir og leysa öll þau vandamál sem það þarf að leysa til þess að fyrirtæki gangi vel. Og fyrir utan þú komið fyrirtæki sem 10, 20, 30.000 manns,
Það er bara fráleit hugmynd að gangi þannig fyrst. En að hugmyndinu samvinnurekstur var þessi og líka náttúrulega eins og þú segir til þess að auka áhrif almennings í ákvörðunartöku sem snýr að efnahagslífinu og bara hagkerfinu í heild. Á að flytja þetta fyrirtæki, hvernig, og það er líka bara rannsókn á samvinnufyrirtæki sína fram á það sem ást að nefna áðan, að þegar að kemur kreppa, að það hegða samvinnufyrirtæki sér talsvert öðruvísi. Þau segja upp fólki og svoleiðis, en þau gera það með mannúðlegri hætti heldur en kapítalísk fyrirtæki. Þau kannski segja, herðu, þú áttu forgang á að koma hérna aftur, við ætlum að gefa hérna biðlaun, við lækka hjá sér ávöxtunum kröfuna strax og svo framvegis. Þannig að þau hegða sér náttúrulega talsvert öðruvísi. En eins og þú segir, þessi hugmynd og þessi hreyfing sem var talsveit stór í mörgum löndum á stórun hlutu 20. Þetta er bara nánast horfið og þetta sér maður eiginlega ekki í pólitískuru umræðu eða neinstæðar. En þetta er náttúrulega, þetta er að vissuleiki raunveruleiki sumstaðar að það eru talsveit mörg fyrirtæki sem eru annarkvort alvöru samvinnufyrirtæki eða eru það í praxis og þetta eru fyrirtæki til dæmis hámenntar, til dæmis verkfræðistofur. Sjálfstæði starfsmanna í mörgum fyrirtækjum er talsveit mikið. Þau ráða mikið hvað þau gera, hver sín verkefni eru, hvernig þau sinna sínu verkefnum. Þau eru ekkit endilega með yfirmann í einhverjum eiginlegum skilningi. Sko. Þetta getur náttúrulega verið svolítið grimmar einingar eins og bandarískar lögfræðistofur, það sem eru kannski 4-5 svona owners sem eru síðan með her af lögfræðingu sem að þurfa að vinna 20 tíma sólarhring til þess að þóknast þeim í vonum að geta seinna orðið owner, kannski 20 ár sem að ungt fólk verð svona á barneigna aldrinum, þetta getur verið hryllilega einingar. Sumt af þessu, já. En á mörgum stöðum, og þetta er eitt af því sem skiptir marga máli og er mælt sérstaklega, er hversu mikið sjálfstæði hefur í vinnunni. Og eftir þessum að tímaliður og eftir þessum að kemur hærra í menntunarsteganum, að þá eykst þessi tilfinning allavega fólks fyrir eigin sjálfstæði, sko. Þannig að í sumum tilfellum að þá í praxis allavega í vinnunni sem slíkri hjá fólki, að þá er það að taka persónulegar ákvarðanir eða í samstarfi við aðra samstarfsmenn, þótt að eigandinn sé einhver annar og ábatinn fari að meginstemd og þau tækja ekki mikið af ákvörðunum á því leveli, varðandi framtíð fyrirtæki sem hvernig á að fjárfesta í framtíðinni er ekki að taka ákvörðunum þar, en það hefur aukist að fólk hafi þetta sjálfstæði persónulega. Og ef við komum aftur að þessum að segja meira, af hverju er fólk svona seinþreytt til vandræða, fyrst að þetta er svona mikið vantraust og svo framvegis. Og það er náttúrulega eina ástæðan bara svo að mannskepna hefur engan sérstakann áhuga á því að líða illa lengi. Þannig að þegar að þú stendur frammi fyrir því að vera óánægð með eitthvað, að þá færur yfirleitt fókusun eitthvað annað. Og til dæmis rannsóknar því við hverja þú berði saman við, og fólk ber sig yfirleitt ekki saman við fólk sem er mjög langt fyrir ofan það. Það ber sig saman við fólk sem er svona aðeins fyrir ofan það og aðeins fyrir neðan sig. Og það er bara til þess að ef þú ert að bera þig saman með eitthvað sem er langt fyrir ofan alltaf, ef þú ert alltaf að fókusur á eitthvað sem er óþægilegt, að þá líður þau bara illa. Þannig að mannskepnan er með innbyggðan varnarmekanisma gegn þessu að vera ekki að fókusur á eitthvað sem er óyfirstíganlegt og óþægilegt. Og það náttúrulega kemur aftur að það sem ég voru að segja áðan með félagasamtök og stjórnmálaflokka. Á meðan að fólk hefur ekki trú á því að félagasamtök og stjórnmálaflokka sé að fara að breyta stjórnmálum í þá átt sem að þau hafi trú á, að þá er fólk ekkit endilega til í að taka einhver stór skref eða skuldbinda sig í einhver verkefni sem það hefur ekkit sérstöku trú á. Og þetta er svolítið erfitt að leysa. Þannig ertu komin hnút eins og leystur á. Fólk er með djúpstætt vantraust og bara, ef þú hugsa bara persónulega, ef þú djúpstætt treystir ekki einhverjum, þá þarf svolítið til. Það er ekki bara svona, nú erum við að fara að gera eitthvað. Það þarf talsverða vinnu, talsverðan tíma til þess að byggja upp það traust. Og einhver leiti hefur við mist það er veiga minna núna í samfélaginu okkar, vilji til svona félagslegra þáttöku og þetta er allt mælanlegt það hefur dregið úr því. Marg félög sem að við voru áður kannski öflug eru skeljar núna og kannski félög sem áður höfðu gildi þegar fólk var að flytja og sveiti í borg eins og
kannski áttafélögin og Kívanis og þessi félög sem oft komu í staðin fyrir svona þorpið sem maður kom úr, að þau eru ekki, hafa ekki sama gildi, hafa elst út en kannski óljós hvað hefur komið í staðin og þannig að það mætti kannski rannsaka svona félagshildir. Nú reynda fréttir af því að yngra fólk sé að leita í söfnuði og eitthvað fleira. Ég veit ekki hvað að eftir því, hvort að það sé raunverulegt eða ekki. En það er náttúrulega, þetta er náttúrulega annað þáttur sem hefur verið rannsakar og mikið rannsakar og þetta er kallað félagslegt auðmagn í skilningi Pútnam og sem skrifaði Bowling Alone árið og það er þessi skilningur að ekki bara félagasamtök sem að svona horfa inn á stjórnmálasviði, heldur bara öll félagasamtök, öll svona félagsleg hreyfing fólks hafi minnkað og sérstaklega sem að hann hefur áhugaði félagasamtök sem að svona smyrja hjól lýðræðisins. Það er að segja að þú ert í samtali við annað fólk og þú lærir hvað er að gerast í samfélaginu, þótt að sé ekki endilega félagskapur sem að er með einhverja stefnu eða markmið. Að þá ert í félagskapar sem þú ert að tala við fólk og það minnir það á, það er nú að koma kosningar, ertu búin að spá í því, veistu hvað er að kjósa, ertu búin að pæla í þessu og svo framvegis, að þegar þessi samskipti minnka aftur, þá komum aftur að hvernig heldur að fólk fari þá inn í kjörklefann? En þá er þetta eiginlega bara spurning hvort það sé ekki bara hafi minnkað hugmyndi okkar að við getum haft áhrif á þróun samfélagsins. Já, ég meina vantraustið er að hluta til þar og fólk sér ekki stjórnmálaflokkana sem, en það koma tímabil þar sem að fólk svona er meira til og það er náttúrulega tímabil þar sem að fólk sér eins og í hruninu, þar að fólk sá bersýnilega og var mjög reitt og var með fókusin á stjórnmálasviðið og vantraustu og hversu illa gekk, að þá sáu þau náttúrulega Píratar mældist í könnunum með næstu upp undir 50%, 40% í einhverjum könnunum. Þeir fengu náttúrulega ekki upp úr hattinum í kosningunum það og það hefði mátt svo sem alveg spá fyrir það meðal annars vegna þess að þeir voru ekki með þessi tengsl inn í samfélagið, ekki með flokk sem var með félagasamtök og þeir voru ekki með þessi samtöl í gangi í kosningabaráttunni meðan að henni hefðbundnu flokkar voru með það sterkara þótt að hafi veikst verulega í honum hefðbundnu flokkar. Þannig að það mátti alveg spá fyrir það að þegar flokkar sem eru nýir og ekki konum með sterk tengsl inn í samfélög, inn í félög fólks, að þá er mjög erfitt að ná út úr kosningum mjög miklum árangur. Það er ekki útilokað, en það er bara ólíklegt. Það sem gerist úr kosningar er að fólk talar við aðra og það heyrir og þess vegna skipta þessi félagasamtök og tengsl og stjórnmálaflokkar sem fjöldir enga máli. Það er að taka mark á því þegar að skip vantraust og óánægju lagðist upp að bryggju hjá Pírötum og þó svo að það þeir hafa ekki landað því öllu í kosningum að þá ég að taka mark á hversu stór hópur þetta var. Ég held að við svona slegið upp í 40% að það varðar í rúmt ár. Þetta var í rúmt ár, þannig að þetta var ekki eins og stundu gerist, það er svona ein gusa. Þetta var við í tíma. Herðu, má ég aðeins fara aftur. Við erum með eftirstríðsárin og svo erum við inn í frásögnina. Og núna erum við komin út úr henni og erum að sigla kannski inn í fasisma og annað slíkt. En það sem við höfum verið að ræða er svona niðurbrot lýðræðis með minni rétt fólks innan fyrirtækja, vaxandi svona vantraust fólks á stofnanir samfélagsins. Og maður myndi þá kannski telja að út úr slíku, ef þetta er pendull, að þá kæmi sterk hreyfing sem að vildi aukin völd fyrirtækja, fólks innan fyrirtækjana, aukin völd verkalýðshreyfingarinnar, uppbyggingu félagasamtaka eins og leigjendasamtaka, félag einstæðra foreldra eða innflytjenda, svo nefnir svona hópa sem að allar rannsóknir sýna að standa efnahagslega veikt út af stöðu sinni. En það er ekki að gerast og það sem við erum að horfa á kannski svona í grófustu mynd er í Bandaríkjunum, það sem er forseti sem að raunverulega er að brjóta niður svona lýðræði eins og við höfum kannski skilið það með því að það er hluti af vestrænu lýðræði er að háskólarnir séu sjálfstæðir, hvort sem voru það eða ekki, að það var hugmyndin að það væru það, saman með fjölmiðlana, að við í Evrópu höfum trúað því að öflug verkalýðshreyfing sé bara grundvallaratriði í þroskuðu kerfi að það séu bara viðurkennt þessi átök á milli launafólks og fyrirtækjaeigenda og það verður að vera í einhverjum formlegum samskiptum. En Trump og margir skoðanabræðar hans í Evrópu vilja bara eiginlega brjóta þetta allt saman niður. Þannig að þegar við horfum upp á veikleika lýðræðisins, er það lógist að sumir vilja bara ganga það bara lengra. Ég meina úr því þetta komið svona
að þá bara göngum við lengra, sem svona Steve Bannonismi, hann tannar oft svona að hérna ekki bara best að brjóta helvítis kerfi niður, það getur varla komið eitthvað verra út úr þessu. Minnst það svona tónnin alltaf á baku því honum. En þú spyr sko, þú veist, ættu við ekki að sjá sem sagt uppgang þeirra sem að vilja eitthvað annað. Já. Vilja sér sterkari stjórnmál, það sem er betri tengslu almenning og sem sagt svona meira fólk myndi fyrir að flýta sér að stofna félög. En svarið við því er náttúrulega tiltölulega augljóst. Ástæðan fyrir við erum komin á þennan stað er vegna þess að sú hreyfing er ekki stakk búin til þess að stjórna eða taka stjórn á aðstæðum. Og þess vegna er svarið við þeirri spurningu nú verðum við að sjá að því nú blasir við eins og í Bandaríkjunum að það er komið í óefni. Það er ekkit eitthvað svona á mörkunum sko. Það er bara blasir við að það er komið í óefni og þá er spurningin sjáum við viðbragð strax og hvaðan á það viðbragð að koma af því að það tekur tíma að búa til þessi fjöldahreyfingur og þessi samtök, það tekur tíma að búa til reynslu nú væri gott ef við hefðum ekki látið grotna niður og eðaleggjast. Já, algjörlega, en það er punkturinn. Ástæðan fyrir við erum komin að þennan stað er svo að þessi hreyfing og sko, ef þú fylgjast með fréttum frá Bandaríkjunum að þá er náttúrulega engar fréttir að því hvernig demókrataflokkurinn er að verjast. Hann ætlar ekki að gera það, hann ætlar að bíða eftir því að republikanar sæki ósigur sinn í þingkosningunum í nóvember og passa sig að gera ekkert á leiðinni til að trufla það. En það er alltaf mjög augljóst sko, það er mjög einkennandi og lýsandi að sjá að sú stofnun, flokkurinn sem er á móti og demokrataflokkurinn keyrði mjög stíft á því sínu kosningabaráttu gegn Trump að vara við því að þetta gæti leitt til þess að lýðræði myndi hnigna mjögulega, það var einn af stóru þáttunum í þeirra kosningabaráttu og svo eftir kosningar eiginlega ekki neitt, maður sér eiginlega ekkert svona resistance, eiginlega engar mótbárur, voðalega lítið og veikt og það er vegna þess að flokkurinn er bara sem fjöldahreyfing og sem stofnun svo veik. Og það er sama með félagasamtöku í Bandaríkjunum. Þau eru bara ekki nógu sterk og ekki nógu samhæfð, ekki nógu reynd til þess að takast á þetta. Þannig að spurningin er, ná þau í Bandaríkjunum og öðrum stöðum í heiminum að byggja þetta hratt upp og gerast þá skömmun tíma, sjáum við til og með stúdenta fara í einhverja aðgerðir núna á næstu 1-2 árum af því að það er mikið herjað á háskóla og þeir eru svona hópur sem oft er svona leiðandi og fljótur til þess að fara út á götur og svona vera með læti. Sjáum við það, við erum ekki búin að sjá það ennþá, það er ekki mikið um slíkar svona skipulegar mótmæli gegn stjórnvöldum ennþá í Bandaríkjunum. En það er svona það sem við erum að leita, við erum að sjá, þú veist, hvar sjáum við þetta vera byggjast upp. Kannski byggjast ekki upp og ef það byggjast ekki upp, þá vitum við alveg að þetta hættir ekki að fara í hináttina, sko. Ég meina að þetta byrja að fara í það átt að draga úr stofnunum lýðræðisins, mannréttindum og svo framvegis og þá heldur það væntanlega áfram þangað til einhver fyrir að ýta á móti sko. Og það er náttúrulega augljóst að ef efnahagsaðstæður fara á verri veg, ef allir þess að aðgerði Trump í tollamálum áður ef þau leiða til verulegs atvinnuleysis eða stórfelldra vandræði í efnahagskerfinu, þá myndu sjá alveg leið, báðu megin, það er bæði verkafólk og eigendur fyrirtækja að koma báðir saman. Það held ég sé stefna á demókrata. Að bíða eftir því. Já, bíða eftir að kapitalistani taki til í Bandaríkjunum. Fólk hafni Trump út af því að hann skaffi ekki efnahagslega velsæld. Já, en ef að það gerist ekki, ef það verður ekki þannig að það verði efnahagshrun eða talsverð svona vandræði fyrir fyrirtæki í Bandaríkjunum, að þá þarftu að treysta á það að það séu almenningur og félagsamtök og stjórnmálaflokkar sem gera eitthvað. Og þau eru augljóst ekki stakt búin fyrir það þar. Og ég er ekki viss að þið séu endilega stakk búin fyrir það við annars staðar. Ég held að mörgum stöðum og þess vegna allir með sem við horfum til Íslands að það þekki allir Sólveig Önnu til þess á Íslandi. Af hverju það? Það er vegna þess að hún sker sig úr sem verkalýðsleiðtogi. Hún er að gera eitthvað sem að verkalýðsleiðtogar í Íslandi höfðu ekki gert bara í mjög langan tíma. En var ekkit óalgengt hérna á síðustu öld og fyrirluta síðustu öldar og fram undir lok síðustu öldar var ekkit óalgengt og væri verkalýðsleiðtogar sem letu sér stjórnmál varða voru mikið í sviðsljósinu og voru að láta til sín taka í pólitískar ákvarðanatöku. Þannig að hún er svona dæmi eitthvað sem kemur út úr hruninu, hugsanlega, líklega. Það sem að við erum að sjá í þessa átt sem þú ert að tala að félagsamtök sé að láta til sín taka að reyna að byggja upp félagslegt vald, láta til sín taka á stjórnmálasviðinu, tengjast inn í stjórnmálaflokka og svo framvegis. En þetta er ekkit áberandi í mörgum löndum, sko. Það er svona, þú veist, þegar Efling fór á staðinu í Íslandi, þá horfðum maður til þess og hugsaði með sér að þetta væri talsveit merkilegt svona verkefni, af því að þetta er ekkit, maður sér þetta ekkit út um allt.
Maður sér hérna félaga Sólveigar Önnu á fundum Trump, hérna verkalýðsforkólfa úr gömlu iðngreinunum sem að fagna hans tollahækkunum sem að reyndar svo verði ekki. En hann augljóslega, ég meina það ekki vonað að komi andstaða þaðan niðurbrot hans á lýðræðinu. Það náttúrulega verkalýðshreyfingar meðal kennara og svona hér og þar í blettum í Bandaríkjunum sem að gætu risið upp. En verkalýðshreyfingin í Bandaríkjunum náttúrulega ekki... Hún bara svo veik, sko. Já, og hefur bara búið á kerfisbundin brotið niður. Hún bara ekki til, sko. Hún svo rosalega lítil, sko. Þannig að það nú ekki, ég held að það nú ekki hægt að horfa til hennar í sama skilningi eins og hérna, eða það sem verður með verulega sterk félög, langar reynslu og framvegis. En reynslan samt aftur, þú veist, þetta eru félög sem hafa ekki staðið í svona slag mjög lengi. Þannig að það ekki einhver reynsla inn í þessum félögum. Hvernig hagar þínum aðgerðum þegar einhverjir raunverulega að reyna að brjóta niður sko grunn? Sko, og við erum að tala mjög basic þetta, ekki einu svona sko eitthvað svona expansið. Sá þetta samt í sko kjarabaráttu og verkföllum kennara sem að breytu svona út við Bandaríkina á svona 3 ára tímabili fyrir svona 2 árum. Þá einmitt voru kröfu kennaranna náttúrulega hærri laun, en líka hérna betri stuðningur við skólana, sérstaklega í svona inner city, að sálfræðingar kæmu til starfa í skólanum, hérna bara betri námsgögn og eitthvað fleira, þannig að þar var verkalýðshreyfingin hérna berjast gegn niðurbroti svona grunnkerfa samfélagsins á tímum nýfrjálsíkinnar. Enda var það undantekning. Við sjáum þetta ekkert rosalega. Mér hversu aftur kennarasamband Íslands í einhverjum slag hérna við stjórnvöld opinberlega í marga mánuði að hóta því í kjarasamningum eða kjaraviðræðum, hóta því að skrifa ekki undir að því að það ekki að gera einhverjum breytingar á stjórnmálasviðinu. Það ekki algengt. Til að Ísland þrátt fyrir þennan gríðarlega styrk í verkalýðshreyfingunni heldur sig tiltölulega fast við það að hlutverk stéttarfélaga, verkalýðsfélaga séu kjaramál og ekki stjórnmál eða önnur mál. Og það bara talsvert breyting frá því sem að var á fyrirhluta 20. aldar og var hugmyndin að mörgu leyti með og meina margir á upphafsmönnum félagsvísinda, Forkólum, Durkheim og fleiri, töldu að þetta var algjört lykilatriði, þessi samtök sérfræðinga og fagstétta, þau þyrftu að leika lykilhlutverk í stefnumótun. Hvert erum við að fara? Viðmið og gildi samfélagsins þyrftu að koma þaðan. Ég mikið talað við forystu kennarasambandsins og ég spyrði alltaf hérna hver á að móta menntastefnun á Íslandi aðrir en þið. Og hverju svaraði? Já, svona, ég gæti trúa því að sko baráttan væri að þróast í þáttina. Mér heyrist það og ég hef hérna einhvern veginn trúa því að það væri hægt að mynda sko samstöðu í verkalýðshreyfingarna sem að næði tiltölulega breytt hérna einhverjar hérna kröfur samfélagsbreytingar eins og bara húsnæðiskerfi sem hægt að lifa við sko. Þannig ég held að væri hægt að mynda sko svoleiðis kröfur sko. En þannig lykilatriði sem við erum að spyrja okkur og stjórnmálaflokkar þurfa að spyrja sig og svara. Hvaða breytingar þurfum við að gera á þessum kerfum, lýðræðiskerfum, til þess að mynda aftur þetta traust? Hvernig breytum við? Það hafa fræðið með lagt fram tillögur því að félagasamtök eigi sko formlegan þátt í ákvörðunartöku og þá annarkvort þannig að þeir sem sagt alltaf þegar það tekið einhvern ákvörðun, þá bara átt samtal, sérstaklega við félagasamtök og þau bara sæti við borðið, við ákvörðunartöku. Hvernig getum við komið almenningi betur að borðinu? Sanna Magdalena, forseti borgarstjórnar, eitt af því sem hún kom í gegn hérna samkomulags nýs meirihluta í borginni, var að það samræðu vettvangur borgarinnar við verkalýðshreyfinguna í borginni. En það sem í anda þessari hugmyndum að félaga lýðræði, að félagasamtök í beinan þátt í og beina aðild að ákvörðunartöku og að því við getum alveg sagt sko verkalýðsfélögin og stéttarfélögin eiga sjálf einhvern veginn og þau hafa bara verið með læti fyrir utan okkur, en við getum líka bara sagt af hverju er þetta ekki bara eðlilegur hluti af kerfinu alltaf, af hverju þurfum við einhvern veginn að fara að berja potta á pönnur alltaf. Kristín, ég geti sagt þér að sko auðvaldið á mjög greiðarlega inn þegar meira og við vitum að hérna, samtök þeirra hafa sami mörg frumvörp sem hafa verið lögð fyrir þinginu. Já, ég meina verslunar stærði sig að því hérna og eftir hrun að einhver hátt hlutfall þeirra tillagna urðu á lögum. En þau eru ekki bara við borðið, þau eiga borðið. Já, en það hefur alltaf verið í vestrænum lýðræðissamfélögum hafa félagasamtök haft mikil áhrif en þessi balans hefur svolítið
breyst. Herðu, en nú erum menn að velta fyrir sig svona hvernig lýðræðið deyr og stölur umræða það. Og ef við horfum aftur á Trump og tökum hann sem dæmi, að þá hann náttúrulega að brjóta niður svona valdreift vestrænt lýðræði að ég meina, hann búinn að eyðileggja sjálfstæði Hæstaréttar með því að setja þar inn fólk ekki út af lagaþekkingu sinni og það að vera svona óumdeild góðir lögfræðingar og lögspekingar. Heldur setur hann inn bara fólk sem á bara tiltekni línu til þess að koma í gegn tilteknum breytingum og hann hefur bara meirihluta þar. Hann lokaði menntamálaráðuneytinu daginn af því að þjónaði honum ekki og hann hefur eyðilagt svona einhverjar stofnanir í samfélaginu. Hann að svínbeygja háskólana, að þeir megi ekki vera með neitt á sinni svona neina rannsóknir sem að stríða gegn stefnu hans. Hann hefur ýtt undir það að fólk handtekið þar fyrir að mótmæla á kampusum og bara flutt úr landi. Og hann hefur hætt að styðja það svo litli opinberi stuðningu sem var við fjölmiðla. Hann hefur stoppað það vegna þess að hann ósáttur við fjölmiðlana og hann eiginlega að brjóta niður og menn hafa bent á þetta. Þetta náttúrulega við höfum séð þetta áður. Þetta við höfum séð í Tyrklandi og því vorum að tala um efnahagslegan ávinning að á tímabili Erdogan framan af þá var svona efnahagslegt búmi í Tyrklandi að sömuleyti byggt á fasteignabólu og öðru slíku sem var ekki til mikils en á þeim tíma að þá sættu Tyrkir sig við eyðileggingu háskólana yfirráða hans yfir fjölmiðlum og eiginlega niðurbrót hans á öllu lýðræði vegna þess að það var svona fjárhagslegur ávinningur að því og við sjáum að þetta hefur gerst og að gerast. En maður velti maður fyrir sér. Þetta vestræna valddreifa lýðræðiskerfi með sterkri verkalýðshreyfingu, sjálfstæðum háskólum og einhverju svona frjálsri pressu og allt þetta? Á þetta sér eiginlega enga talsmenn. Ég minna, má það vera? Til allt fyrir bál og brand. Já, má það vera að við komum svo langt í vantraustinu að þegar að úrslitastundinni kemur, þá enginn sem heldur með þessu liði. Það náttúrulega bara eftir að koma í ljós. Það bara, við náttúrulega... Hvenær kemur það í ljós? Þetta hrunið eða? Sko, náttúrulega eitt með vestrænum lýðræðisríkin að mörg þeirra eru með stjórnarskrár sem ekki auðvelt að breyta í einu vettfangi, sko. Þannig að það ekki hlaupi að því fyrir Trump að breyta stjórnarskrár Bandaríkjanna þannig að hann bara stroki út allt, sko. Aðra leiðir að því að breyta lýðræðinu Bandaríkjanna, þú veist, eins og yfirtaka hersins eða eitthvað svoleiðis kannski ekki alveg á borðinu að manni sjáist, þótt að maður heyrt einhverju sögusagnir að það sé verið að skipta út mönnum í yfirstjórn hersins skipulega, þá kannski sér maður það kannski ekki alveg á borðinu, allavega ekki svona í náinni framtíð. En sko, sumt af þessu ekkert nýtt. Pólitískar skipanir innan framkvæmdavalds, pólitískar skipanir innan dómsvalds, þetta ekkert nýtt og ef eitthvað þá var það nýrra að það sé einhver svona sérfræðinga hugsun á bak við það. Þetta voru bara skrifstofur og voru bara bitlingar. Þetta var bara mitt fólk, ég skipa mitt fólk og helst sem lengst þegar ég kemst að. Við Íslendingar þekkjum það, ég held að sé til dæmis meiri út í Hæstarétti sem að mun alltaf verið að kvótakrið og eign kvótagreifanna á kvótunum sínum. Þannig að sko, slík nálgun ekkert nýtt. Hitt aðeins nýtt og öðruvísi, við kannski ekki alveg vendi í öllum vestrænum lýðræðisríkjum, það sé verið að ráðast á háskólana og fjölmiðlana. En það ekkert óheyrt, það hefur alveg gerst. En það... Erdogan gerir það? Já. Hvort ekki? En það veldur náttúrulega talsverðum áhyggjum. Og ef að háskólanir fara að veigra sig við því að gagnrýna eða koma fram með upplýsingar eða álit sem að ganga gegn stefnu stjórnvalda, að þá það náttúrulega ekki gott. Og fjölmiðlar eru mjög einsleitir og ekki færir að veita gagnrýni og réttar upplýsingar og svo framvegis, að það hefur það náttúrulega verulega áhrif, sko. Og það getur náttúrulega leitt til þess að þetta fari hnignandi niður við, sko. En frekar. En sko, spurningin ef að menn taka stærri skref og næstu skref, mun almenningur styðja það. Og því ekkert hægt að svara einhlítandi í dag. Við vitum ekkert nákvæmlega hvernig það fer. Eins og ég sagði, það ennþá talsvert lítill minnihluti en þó stækkandi minnihluti sem segist vera til í einræðisherra frekar en lýðræði.
það þýðir ekkert endilega allir sem að segja að það muni kjósa þann veginn, það þýðir heldur ekki allir sem segja hitt, muni ekki kjósa með því ef það kemur að því og við megum alltaf ekki gleyma að það eru mjög stóri fólksflutningar í gangi. Ég meina eitt af því sem að veldur talsverðum titringi og svona og hræðslu meðal Bandaríkjamanna að hvíti Bandaríkjamenn verða í minnihluta eftir ekkert svo langan tíma. Það er bara nokkrir áratugir í það. Og allar rannsóknir því benda til þess að þegar að hvíti Bandaríkjamenn eru svona myndir á það, þegar þeim er sagt, vissir þú að hvítir verða í minnihluta eftir x ár, að þær rannsóknir benda til þess að viðbrögð margar hvítra að verða íhaldssamari og svona stressaðar og það eru miklu mannflutningar víða heim og það er mjög algengt að fólk bregðist svona við eins og þessi ógn og ég held að stjórnvöld þurfa náttúrulega að horfa til þess að þurfa að tala svolítið meira inn í hvernig er unnið með þessa fólksflutninga. Það er að segja að þýðir ekki bara að láta eins og það sé ekkert að gerast eða tala bara að þau séu að reyna að vera harðar eitthvað, þau eru líka að tala hvernig erum við að hjálpa fólki að verða hluti af samfélaginu. Hvernig stöndum við okkur því? Og það sem ég sé í mörgum löndum eru bara skýrslur að það gangi ekkert sérstaklega vel. Að það sé að myndast mikil gjá milli innflytjenda og þeirra sem að búa í landinu og það er ekkit heldur mjög vanlegt til árangurs til langs tíma að mynda einhverja stéttskiptingu og hópskiptingu á milli almennings í þessum löndum og það þarf líka að eiga samtal er eitthvað að óttast, hvað er að óttast, af hverju er þessu ótti og hvernig gengur með þetta í staðinn fyrir einhvern veginn bara að vera með þetta í fyrirsagnastíl og eiginlega ekkert samtali. Ég sé vola lítið samtal í þessum samfélögum að þau séu að gangi í gegnum breytingar, þetta sé eðlilegt, hitt sé eðlilegt og svo framvegis. Og félagasamtök ættu náttúrulega að spila stóra rullu í þessu samtali, en þau eru, eins og við bent á, eru kannski ekki alltaf til staðar. Það er náttúrulega félagskapur meðal annars innflytjenda, verkalýðshreyfingar, sem eru stórir hópar innflytjenda inn í verkalýðshreyfingunni. En ég veit ekki hvort að segja þetta að fara í söguna til þess að sjá, það er náttúrulega verið fólksflutningar miklir í gegnum söguna og innan Rómaveldis en svo getum við farið bara næri tíma ef við tökum kannski svona Frakkland fyrir 100 til 200 árum að þá eru gríðarlegir fólksflutningar frá Ítalíu og Spáni og Póllandi og víðar og svona en einhvern veginn og svo náttúrulega var voru alls konar héruð sem höfðu svona sína eiginleika og þessu var tjasla saman en þetta var tjasla saman með svona svolítið offorsi og svolítið svona miðstýrðu valdi. Já, og var oft... Fólki var þröngvað til þess að verða, eins og var með Íslandi, að það var samræmt hvernig við töluðum. Það var eitt út alls konar héraðsmálinskum í Íslandi, þannig sem var gert með svona tiltölulega stífu valdboði. En þetta var líka oft vesen, þá voru oft deilur og erjur milli hópa. Það er bara þannig, að þú kemur inn með nýjan hóp og víða í Evrópu, hægri öfgaflokkar, þetta er það sem þeir ganga út á. Þeir eru að ná mjög góður í kosningu víða í Evrópu út á fólksflutninga og innflytjendur í mörgulöndum og þeir sem eru talsmenn opinna landamæra eða meiri fólksflutninga hafa ekki náð stjórn á umræðan, ekki náð að bæði að kerfin í Londonum standi sér vel í því að hjálpa fólki að aðlagast eða öllum að aðlagast að hver öðrum og heldur ekki stjórn á henni pólitísku umræðu. Það spila náttúrulega inn í að hluti til, en það að þetta sé að gerast á sama tíma og við sjáum uppgang hægri, öfgahægri og andlýðræðislegra afla. Þannig að það sem að gæti ítt undir það að fasisminn myndi sigra að þeir sem ekki vilja fasismann eru kannski ekki með nógu öfluga rödd eða skýrt erindi eða ekki nógu góð stefna, ekki nógu gott verklag við það að láta þetta ganga upp, skilurðu. Ef þú ferði í það að vera með mikinn flutning á fólki milli landa, þá þarftu náttúrulega að vinna með það, skilurðu. Þú þarftu að hugsa hvernig tekur á móti fólki, hvernig gerur því kleift að spjara sig og verða fullgildi meðlimir í samfélagi og líða vel og svo framvegis. Og ef að það gengur ekki vel, þá geta komið upp átök og illindi og særindi milli hópa og fólk og svo framvegis. Já.
Herðu, Kristín, áður en ég sleppi þér, af því að þú ert starfað við háskóla í Kína og hluti af því sem að gerast vestanhafs að Trump að eiginlega brjóta niður sjálfstæði háskólana. Hvernig háskólasamfélagið í Kína? Er það öflugt og styrkjast? Það er náttúrulega gríðarleg fjölgun. Kínverjum fjölgar mikið. Það er náttúrulega eitt stærsta ríki heims, 1,4 milljarður manns sem býr þarna. Ég bý í þorpi, það er 3 milljónir sem búa þar. Það er starfið í Chicago, þetta er þorp sem enginn hefur heyrt skilur. Næstu borgir við hliðina eru 10 milljónir, Suzhou og Shanghai 27 milljónir. Þetta er stærðin er alveg gríðarleg og það sem er að gerast náttúrulega í Kína er það hefur verið mjög mikill hagvöxtur. Það er að verða ríkari og ríkari, mjög hratt og hlutaði sem að gerist við slíkar aðstæður er að það fjölgar fólki sem fyrir háskólana og það bara að auka hlutfall þeirra sem að klára meistarana eitthvað 1% í landi sem telur 1,4 milljarður er náttúrulega bara mjög margir og getur bara verið fleiri vísindamenn heldur en samanlagt mörg önnur lönd skilur. Þannig að það er gríðarleg gerjun og þeir eru með mjög skipulegt kerfið þar sem þeir flokka háskóla mjög stíft og setja fjármagn og svona deila út fjármunum til háskóla eftir því hvort þeir eru að vera rannsóknarháskólar og hvaða level þeir eru. Þannig að þeir eru flokkaðar alveg frá því að vera topprannsóknarháskóla niður í bara meira svona að vera að þjálfa fólk fyrir atvinnulíf og setja peningin í það og svo eru við með alls konar tilraunir í gangi þar sem eru með mismunandi tegundir háskólum, þeir eru að prófa, virkar þetta betur heldur en þetta og svo framvegis. Þannig að það er gríðarleg, ég myndi segja það sjálfur gríðarleg gerjun og það er ekkit óeðlilegt fyrir háskólakerfið sem er að stækka. Það er með svona mikinn mannfjöldi og það sem ert að taka inn stóra árganga og stækka okkur einast árið að fjölga þeim sem að fara í háskólana. Þú kennir á ensku? Já, minn háskóli er samstæðisverkefni og ég kenni á ensku, ég kann ekki nánast alltaf stækt orðið kínversku Þetta er bara eiland þarna inn í Kína Þetta er svolítið merkilegt að á sama tíma og kínversk stjórnvöldur er að reyna að soga til sín alla þekkingu í heiminum að þá er eins og við séum með stjórnvöld í Bandaríkjunum sem er að reyna að ýta henni frá sér. Það er mjög áhugaður þróun í Bandaríkjunum. Ég held að eina af ástæðunum fyrir því að Bandaríkjunum hefur vegnað eins og vel og hefur vegnað er háskólakerfið sem þau voru með. Þau voru með háskólakerfi þar sem að fólk hvaðan að úr heiminum gat komist í nám á styrkjum, þurfti ekki greiða mikið fyrir sitt eigin nám, fékk felld niður skólagjöld og svo fjármunum til þess að viðhalda sér meðan það var í háskólanámi og með þessu kerfi svofuðu náttúrulega til sín gríðarlega mikið af klárasta fólki bara og metnaðarfyllsta fólki sem hægt var að finna á byggðu bóli og það á bara það er ekki langt liðið sem hann tók við Trump núna í seinnaskipti er búið að snúa þeirri stefnu við bara á örstundu þannig að við erum komin að þann stað með þess að háskólar á norðurhveli jarðar á einhverjum kletti í Norðurhafi er farin að dreyma að ráða til sín fólk frá MIT og Harvard þó svo að það með hugsalega ég held að háskóla í Íslandi þurfa náttúrulega að móta sér stefnu að vera ekki endilega að ráða fólk inn erlendis frá áður en að huga að því hvernig er komið fram við það fólk sem hefur verið hér og hefur verið að sinna störfum við háskólana að þá er það svona lýsandi fyrir hvað ástandi er gjörbreytt að það skuli bara annað borð vera samtal innan Háskóla Íslandi að það sé einhvern veginn hægt að sækja prófessora frá, það var ekki á borðinu og hefur ekki verið á borðinu bara í 50 ára eða meira, bara nokkuð tíman. Og sýnir hvað kerfin okkar eru veik og hvað getur verið fljótt að eyðileggja það sem tók langa tíma að byggja. Algjörlega. Herðu, Kristín, gaman að fá þig hérna í stuttri heimsókn til Íslands. Gerðu þakkir. Takk. En við ætlum að halda hérna áfram við rauðaborðið, við erum alltaf að reyna að skilja hennar heim. Næsti kafli er eftir augnablik. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.